Komiði sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og hjá mér situr hún Elín Ósk Óskarsdóttir, óperusöngkona og við ætlum aðeins að spjalla hérna saman hvað framundan páskana í Boðunarkirkjunni. Elín, velkomin. Takk að þið fyrir. Það er tónleikarnir sem að þú hélst jólin. Aðventuhátíðin, heppnaðist alveg gríðarlega vel. Ó, já, var yndisleg. Já, og fólk afskaplega ánægt með hana. Já, heldur betur. Og núna ætlar að slá upp tónleikum páskana hjá okkur. Já, nú verður bara páskahátíð hjá okkur, sko. Já, og þú ert búin að fá til liðs við þig nokkra einstaklinga. Já, ofsalega fallega listamenn. Já. Yst sem innst. Já, einmitt. Dásamlega söngvara, hljóðfæraleikara. Hún ætlar að vera hérna með okkur, hún Hanna Björk. Já. Guðjónsdóttir, sópransöngkona. Hún er búin að syngja vítt og breitt og kennir og allan pakkan. Já. Hún var hjá mér í námi í nokkur ár og tók hjá mér lokastig á sínum tíma þannig ég á svolítið í henni. Já, þú þekkir hana vel. Ég þekki hana vel, já. Svo er það hvað, Anna Sigríður. Og svo er hún Anna Sigga, sem við köllum bara alltaf Anna Sigga. Já, Anna Sigríður Helgadóttir, allt söngkona, yndisleg allt söngkonu kona og yndisleg manneskja. Já. Og svo er þann Reynir Bergmann, bassi. Já. Ég veitti hann bara svona upp bara út í bæ, þekkti hann ekki neitt. Og hann var sko til í og slá til og alveg yndislegur bassi og er með okkur. Og svo er þann Jóhann okkar hérna í Boðunarkirkjunni. Hann er náttúrulega alveg hreint orðinn flegifær söngvari. Já, er að æfa hjá þér. Er að æfa söng hjá mér, er að læra, búin að vera í 1 ár hjá mér. Og allt að gerast, allt að gerast. Og svo er það maðurinn þinn. Svo Kjartan, maðurinn minn, hann er náttúrulega aðal meðleikari okkar, en hann ætlar að syngja líka. Já. Og þannig að þetta verður sungið falleg einsöngslög, það verða dúettar, kvartettar, hljómsveitin, það er hann Konni og Geirjón og Jóhann og Kjartan og ég hleyp inn líka að spila. Þannig það verður rosa mikið að vera. Akkurat. Og það sem við ætlum að gera núna, það er rauninni að blanda saman tal og tónum. Akkurat. Þannig að ég kem þarna inn í og verð með svona stuttan boðskap á milli laga einmitt það sem að gerðist. Við byrjum á kvöldmáltíðinni og færum okkur svo alveg til upprisu morgunsins. Akkurat. Þannig að við ætlum að tengja þetta svona saman. Já. Og ég held að það verði svolítið sérstakt og ég held að fólk geti fengið svolítið mikinn hátíðleika út úr þessu. Að hlusta á fagra tóna sem að tengjast páskunum og svona aðeins meira í bland og líka fá fræðsluna hvað gerðist á páskunum. Akkurat. Það er nefnilega málið að við ætlum að gera þetta svona milli atriða. Já, nákvæmlega. Já. Og ég er alveg sannfærð það með að við hvernig aðventuhátíðin kom út, þá verður þetta alveg ofboðslega fallegt. Já, ég efa það ekki þetta. Já, og það er mikið lagt í þetta og mikil vinna á bakvið þetta allt saman. Já, það er það. Og allir listamenn, þeir ætla bara að gefa sína vinnu. Já, heldur betur. Já. Stórkostlegt alveg það er alveg frábært. Og þeim ber að þakka mikið. Akkurat, nákvæmlega. Miklar þakkir. Já, af því þetta er mikil vinna á bakvið þetta. Já, heldur betur. Það er ekki bara að koma og reka upp gól. Nei, nákvæmlega. Þannig að þetta verður svona uppskýruhátíð og bara yndisleg stund sem við erum að stefna á hérna í Boðunarkirkjunni. Akkurat, sko. Þannig að mér hlakka mikið til að vera með ykkur á þessum degi. Og svo má ekki gleyma henni Þórdísi okkar. Já, akkurat. Hún ætlar nefnilega að vera kynnir hjá okkur. Akkurat. Aftur. Já, nákvæmlega. Þannig að þessi hátíð verður 8. 8. apríl, laugardaginn fyrir páska, klukkan 3 að deginum.
og þetta svona 1,5 tími gæti ég trúað Já. með öllu. Já. Og þetta verður mikið gleði, ég bara lofa því. Já. Það verður mikið dýrðir og dásemd. Já, akkurat. Í tali og tónu. Já. En það sem kannski best af þessu öllu, það líka, öllum, sko allir geta komið. Þetta bara opið fyrir alla. Allir velkomnir Já. í hvaða þjóðfélagsstiga sem þeir eru. Akkurat. Þannig að þetta bara, við erum bara samgleðjast akkurat. í kirkjunni okkar fyrir alla. Já, nákvæmlega. Er það ekki? Jú, Já. og bara fagna þessum yndislega atburð sem átti sér stað, Akkúrat. þó hann hafi verið rosalega átakamikill og sorglegur, Já, já. en þá endaði þetta með sigur gleði. Heldur betur. Þannig að það er það sem við ætlum að fá að njóta að halda upp á. Já, því ber Og- fagna. Bara minna fólk á að það er ókeypis inn. Það eru allir velkomnir og það er frítt inn. Já, Þannig að það er líka bara stórkostlegt. Já. Það þarf enginn að sitja heim og segja ég hef ekki efna á því að koma eða neitt. Það eru allir velkomnir og frítt inn. já. Og svo verðum við kannski með eitthvað svona kalt að drekka, er það ekki? Jú. Og kannski smá súkkulaðimóla Nákvæmlega. á eftir Akkurat. og spjöllum saman. Nákvæmlega. Já. Eiga svona smá samverustundu Já, er það eftir. ekki? Fyrir þá sem að vilja. Já, Vera akkúrat. eftir og aðeins að spjalla. Já, akkurat. Þannig að er það ekki bara stórkostlegt? Mér Bara finnst loka það. orðin okkar Já. að bjóða alla velkomna. Bara allir velkomnir í Boðna kirkjuna 8. apríl klukkan 3. Akkurat. Takk fyrir, Elín. Sömuleiðis.